Þetta bókin Litháarnir við Laptevhaf eftir Daleg Grinkevičiūtė og þýðing mín og eiginkonu minnar, Vilmu Kinderíti, á þessum minningarbrotum hennar frá útlegðarárum eftir að hún var send frá þáverandi höfuðborg Litháens, Kaunas, árið 1941. Alla leið inn í Altai-svæðið í Sovétríkjunum ásamt móður sinni og bróður og síðan 800 kilometra norður fyrir heimskautsbaug til Síberíu við Laptevhaf eins og það heitir. Og þetta eru sem sagt minningabrot sem hún skrifaði, hún var bara 14 ára gömul þegar hún var send þangað. Og þessi minningabrot lýsa svona það bil 2 fyrstu árunum þeirrar reynslu sem hún þurfti að verða fyrir. Og hún skrifaði síðan niður það bil 10 árum síðar þegar henni hafði tekist að flýja aftur til Litáen ólöglega. Skrifaði þetta niður á laus blöð og gróf í garðinum við húsið þar sem fjölskyldan hafði búið í áður og síðan reyndar fundust þessi blöð ekki fyrir en löngu síðar eða árið 1987 og það sem hún lýsir í þessum minningabrotum, þetta svona í dálitlu dagbókarformi getum við sagt, en lýsir í raun og veru bara mjög ömurlegum aðstæðum sem að útlagarnir sem voru nokkur hundruð talsins frá Litáen, frá Finnlandi og Úkraínu meðal annars voru sendir hérna á norðurhéra veraldar og þurftu í raun og veru að reyna að leggja undir sér norðrið eins og sagt var. Fóru á stað þar sem að var ekkert byggt ból og þurftu hreinlega að reisa sér íverustaði og síðan vinna við mjög kaldranalegar og skelfilegar aðstæður í fiskverkun og í því að taka saman trjáboli og fleira í hrikalegum aðstæðum. Og hún lýsir náttúrulega bæði lífinu og dauðanum á þessum stað. En það sem að gerir, þetta auðvitað mjög kaldranleg frásögn, en það sem að gera hana líka merkilega að okkar mati að hún svona tjáir líka mjög mikla svona lífsgleði og bjartsýni í kringumstæðum sem að hreint út sagt skelfilegar og þessi einkennilega blanda af lýsingum á þessum kringumstæðum og svona kannski þessum svona heimspekilegu viðhorfum sem að koma þarna fá mann einhvern veginn kannski bara þess að sjá lífið svolítið upp á nýtt og þegar ég las þessa bók í fyrsta skipti þá fannst mér að við þyrftum að koma henni út á íslensku og það ferli hefur tekið svona það bil 1 ár og við unnum þetta saman, ég og eiginkona mín sem litáísk og þetta nú afraksturinn og síðan ger ég tilraun til þess að setja þetta allt saman í svona sögulegt og pólitískt samhengi í inngangi og ég bara vona innilega að þessi bók geti gefið lesendum eitthvað í líkingu við það sem að bókin hefur gefið mér.